Grunnskólar á Íslandi leggja mikla áherslu á lestrarþjálfun nemenda. Enda lestur ein af undirstöðum þess að læra tungumál. Nemendur eiga að lesa bæði í skólanum og heima á hverjum degi til að ná sem bestum árangri. Það skiptir miklu máli að börn af erlendum uppruna sem hafa annað móðumál en íslensku fái góða lestrarþjálfun. Þau þurfa mörg og rík tækifæri til að ná góðum tökum á íslensku tungumáli og efla eigin málþroska. Sterk tenging á milli íslenskunnar og íslensk samfélags og góður grunnur að því að tilheyra samfélaginu því að tala íslensku. En hvernig fer lestrarþjálfun fram í grunnskólum landsins? Lestrarþjálfunin byrjar strax í 1. bekk eða þegar nemendur á 6. aldursári. Markmið kennarans oft að hver nemandi lesi að minnstakosti eina blaðsíðu í lestrarbók á dag. Á meðan nemandi les beitir kennarinn kennsluaðferðum sem þjálfa lesfimi barnsins. Algengt að kennari skrái lesturinn í lestrahefti sem nemandinn geymir með lestrarbókinni í skólatöskunni. Yfirleitt í möppu sem skólinn útvegar. Nemandinn fer með lestramöppuna í skólan og heim á hverjum degi og heima það í verkahring foreldra að hlusta á barnið lesa. Þá mikilvægt að þið foreldrar séu virkir áheyrendur, sýnið barninu ykkar og lestrinum áhuga, hvetið barnið áfram og ræði jafnvel það sem lesið Rannsóknir hafa sýnt að lykilatriði í vellíðan og námsárangri nemenda af erlendum uppruna góð tengsl milli heimila og skóla. Þetta á ekki síst við tungumála og lestrarþjálfun. Þó skólinn taki réttilega meiri ábyrgð þá getið þið sem foreldrar haft mikið að segja þegar kemur að áhuga og árangri barna ykkar á lestri og íslenskunámi. Bæði foreldrar og kennari þurfa að leitast við að finna samskiptaleiðir sem þægilegar. Það barninu fyrir bestu. Orðaforði höfuðþáttur í tungumálanámi og lestrarkennslu. Því ríkulegri orðaforða sem barn hefur, því meira af textanum skilur það og í kjölfarið verður lesturinn auðveldari. Það því sérstaklega mikilvægt að börn af erlendum uppruna þjálfi orðaforða reglulega, helst á hverjum degi. Skólinn veitir stöðugt orðaforðanám og barnið fær jafnvel sérstaka íslenskukennslu til að byrja með. Þrátt fyrir það getið þið sem foreldrar hjálpað barninu ykkar að taka framförum fyrir utan skóla og stuðlað að virku orðaforðanámi. Það til margar góðar leiðir fyrir barnið þitt að þjálfa íslenskan orðaforða. Ein þessara aðferða kölluð samræðulestur. Samræðulestur óformleg aðferð sem leik- og grunnskólakennarar beita í starfi sínu. Þá lesa kennarar sögu fyrir nemendurna en stoppa inn á milli til þess að spyrja spurninga innihaldið. Börnin fá rík tækifæri til að segja frá og ræða við kennarann söguna. Palli, hvað merkir mannlausu stofuna? Það þá enginn inn í stofunni eða? Hárrétt, flott svar. Aðferðin eflir áhuga barna á rituðu máli, eykur orðaforða þeirra, skapar skilning á hugtökum og æfir þau í að tjá hugsanir sínar. Í gegnum samræðurnar geta börn af erlendum uppruna því lært margt íslenskt samfélag. Aðrar leiðir til að stuðla að orðaforðanámi barnsins ykkar að eiga gott úrval barnabóka á heimilinu. Orðaforði í ritmáli margfalt stærri en í talmáli og því lærir barnið flest ný orð af því að lesa og hlusta á lestur annara. Rannsóknir hafa sýnt að börn af erlendum uppruna eigi betri möguleika á að skilja sögur ef þau geti tengt þær við eigin reynsluheim. Þá gott að hafa barnabækur á heimilinu sem börnin geta endurspegla sig í. Myndskreytingar geta hjálpað þeim að gera það og því frábært að eiga barnabækur með skýrum og skemmtilegu myndskreitingum sem styðja vel við textan. Tækni orðin stór hluti af skólastarfi á Íslandi og á netinu margar vefsíður og smáforrit sem þjálfa íslenskt tungumál og orðaforða. Þó svo að ritað mál og lestur séu grundvallaratriði í tungumálanámi lærist nýr orðaforði líka af nýjum viðfangsefnum, upplifunum og reynslu. Þess vegna skiptir máli að börn af erlendum uppruna styrki félagslega færni sína og fái að tjá sig á nýju tungumáli. Auk samvinnu heimila og skóla samfélagsleg þáttaka mikilvæg fyrir vellíðan barna af erlendum uppruna jafnt sem íslenskum. Í gegnum virka samfélagslega þáttöku má læra menningu og tungumál þess lands sem flutt til. Það tekur tíma að komast inn í nýja menningu og gerist hægt og rólega. En þið sem foreldrar getið gert ferlið auðveldara. Þið getið farið á bókasafnið, skellt ykkur í leikhús eða farið í bíó.
Svo líka gaman að fara í sund, skella sér í heimsókn til vina eða jafnvel fara í ísbúð. Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn fara á unglingastig minnkar stuðningur við heimanám þeirra. En eftir því sem börn eldast og reynsluheimur þeirra stækkar, hafa þau þörf fyrir ríkari orðaforða. Þið eru því hvött til að halda áfram að lesa með börnunum ykkar eftir að þau eru orðin læs og ræða þá það sem lesið er. Það er líka dýrmætt og mikilvægt að viðhalda að minnstakosti einu móðumáli eftir bestu getu. Þannig stuðliði að virku tví- eða fjöltengi sem skilar sér í vellíðan og árangri bassis ykkar. Nú hafið þið væntanlega fleiri hugmyndir hvernig þið getið stutt við íslenskunám og lestraþjálfun bassis ykkar. Með jákvæðni, stöðugum lestrastundum og virkri þáttöku í skólalífi og samfélagi getið þið hvatt börnin ykkar mikið áfram og stutt þau í að ná góðum tökum á íslenska tungumálinu.